Kæru vinir, ég býð ykkur velkomin í Garðakirkju til þessarar kveðjustundu. Þið eru saman komin vegna þess að Anna átti hlutdeild í lífinu ykkar og þið eru komin til þess að kveðja með hinstu kveðju. Þakka fyrir allt það góða sem hún gaf ykkur, allt það fallega sem hún skilur eftir, minningarnar. Já, allt það góða sem hún var ykkur. Og hún var svo hjartahlýð. Það fylgdi henni bréf frá einni lítilli frænku, þar sem þetta stóð mig. Þú varst svo hjartahlýð. Og það á svo við þig. Og það var líka, það voru þó nokkrir sem hefðu viljað vera með okkur hérna í dag og hér er hellingur á kveðjum og ég ætla að lesa þær upp. Steinunndóra, Símon og fjölskylda biðja fyrir kærri samúðar kveðju frá Kaupmannahöfn og einnig Halldóra Helga sem eru stödd í Bandaríkjunum. Og Valbjörn biður fyrir kveðju þar sem hann er í lýðskóla í Danmörku og Hjálmfríður Bríet sem stödd í Sviss sendir sína samúðar kveðjur til okkar hér í dag. Og frá Svíþjóð samúðar kveðjur frá Ragnheiði, Artó og Steffáni, Gabrielu og Ítæ, Tóbíasi og börnunum. Og svo langaði Jónafjörn Bolladóttur að senda innilega samúðar kveðjur til ykkar allar hér í dag en hún er stödd í Svíþjóð. Og lokum mitt allur árgangurinn 1955 í Vestmannaeyjum senda öllum ástvinum Önnu innilega samúðarkveðjur og þakka fyrir góða og skemmtilega samfylgd bæði í skóla og á öllum árgangsmótunum sem hún mætti á, glöð og hress. En við skulum helga stundina með signingu og bæn. Það þýðir að við tökum augnablikið frá og við merkjum okkur krossinum, tákninu fyrir ástina sem sigrar allt. Og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Vertu nú yfir og allt kring með eilífri blessun þinni. Sitji Guðs englar saman í hring, sænginni yfir minni. Amen.
segir okkur að það alveg sama hvar við erum, það alveg sama hvort við lifum eða deyjum, alltaf erum við í hendi Guðs. Og hann hljómar svo: Drottinn, þú rannsakar og þekkir mig. Hvort sem ég sit eða stend, þá veist þú það. Þú skynjar hugrenningar mínar álítar. Eigi er það orð á tungu minni að þú, Drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Hvert get ég farið frá anda þínum, hvert flúið frá augliti þínu? Þótt ég stíg upp í himinin, þá ertu þar. Þótt ég gerði undirheimað hvílu minni, þá ertu einnig þar. Og þótt ég lyfti mér á vængjum morgunróðans og settist við hið ysta haf, einnig þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Amen. Sá sem leigður og hvorki hirðir né á sauðina, hann flýr og yfirgefur sauðina þegar hann sér úlfinn koma og úlfurinn hremmir þá og tvístrar þeim. En það gætir hann sauðan aðeins fyrir borgun og ekkert annt þá. Ég góði hirðirinn og þekki mína og mín þekkja mig, eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurnar fyrir sauðina. So
Ég valdi hann hér í dag, bæði vegna þess að hann minnir okkur á að Guð hefur lofað því að sleppa aldrei hendi sinni af Önnu, hvorki í lífinu dauða. Og einnig vegna þess að Anna var sjálf góður hirðir. Hún lifði lífi sem einkenndist af umhyggju og þjónustu við aðra. Hún hélt utan fólki sitt, ræktaði tengsl og hlúði að börnunum í fjölskyldunni. Þau eru ófá. Teppin sem unga börnin hafa fengið að hvíla í gegnum tíðina, þar sem hver lykkja var prjónuð af ást og arf. Anna Brynjólfsdóttir fæddist í Vestmannaeyjum 13. júlí árið 1955. Foreldrar hennar hétu Brynjólfur Jónatansson, rafvirkjameistari frá Breiðholti í Vestmannaeyjum, og Lilja Þorleifsdóttir, húsfreyja frá Litlanesi við Gjögur í Strandasýslu. Systkinin voru 7 talsins og heita í aldursröð Steinun, sem fæddist 48, Ragnheiður, fædd 1952, Hjálmar fæddur 53, Jónatan fæddur 54, þá Anna sjálf 55 og svo Rúnar Páll fæddur 58 og loks Brynhildur sem bættist í hópinn árið 1960. 3 af systkinum Önnu sömuleiðis látin í dag. Þau Steinun, Ragnheiður og Jónatan, og nú þegar við kveðjum Önnu biðjum við Guð að blessa minningu þeirra. Þegar Jónatan lést árið 1984 einungis 30 ára aldri, skildi hann eftir sig dótturina Steinunni sem upp frá því ólst upp hjá ömmu sinni og afa og í raun eins og ein af systkinunum. Sonur Jónatans, Brynjólfur, var ættleiddur af Steinunni föðursystur hans. Anna var fædd og uppalin í Vestmannaeyjum og bjó fyrstu árin með fjölskyldu sinni í Breiðholti í Vestmannaeyjum. Þegar hún var 2 ára aldur flytja foreldrar hennar og elstu systkinin í nýbyggt hús fjölskyldunar á Hólagötu 39. Anna var hins vegar eftir hjá Steinunni ömmu og Jónatani afa ásamt eldri bróður sínum, Jónatani. Hún flytur ekki Hólagötuna til foreldra sinna fyrir hún byrjar í gagnfræðaskólanum. Í æsku Önnu gekk eigalífið sinn vanagang, þar sem pysjuleit, þjóðhátíð og 17. júní voru hápunktarnir. Börnin léku sér úti og frelsið var mikið í náttúru fegurðinni. Vestmannaeyjar áttu alltaf stórum stað í hennar hjarta. Anna lauk 4. bekkjarprófi í gagnfræðaskólanum árið 72 og þá tók vinnumarkaðurinn við. Hún sýndi ýmsum störfum á elliheimilinu Skálholti í Vestmannaeyjum, á gestgjafanum við Heiðarveg í Magnúsarbakaríi, á leikskólanum Sóla og síðan á leikskólanum Kirkjugerði. Hún flytur frá Vestmannaeyjum árið 75, fær að búa hjá Rúnu föðursystur sinni og fær vinnu á Vífilsstöðum. Hún þar í ár en fer svo yfir Borgarspítalann þar sem hún starfar á röntgendeildinni frá 77 til 90. Og það var svo þarna árið 90 sem hún ákvað að skreppa heim til Eyja í smá heimsókn. Það hefur nú oft verið sögð sagan af því þegar hún hringdi í Binnu systur sín og spurði hvort hún ætti gista hjá henni í Eyjum yfir páskana. Þeirri beiðni var vel tekið, en svo var úr að svo gisting entist í 3 ár. Anna stökk nefnilega í vinnu í verslun sem fjölskyldufyrirtæki Neisti var með og ílengdist þar. En 94 flytur hún aftur til borgarinnar og fer þá að vinna hjá Röntgen Dómus þar sem hún til starfslokas við 67 ára aldur. Anna var alltaf svo vel liðin í vinnunni og vann sín verk af samviskusemi. Og eins og áður sagði var hún stoltur Vestmannaeyingur hvar sem hún kom og ég frétti frá góðri samstarfskonu
starfskonu Adolfus að Anna hefði alltaf boðið upp á gos og hraun í vinnunni þann 23. janúar ár hvert á gosdegi. Já, henni er sárt saknað af fyrrum samstagsfólki þar. Anna græddi sjálf með óvæntum hætti á því að vinna á rauðdeildinni, en tilviljun leiddi til þess að hún greindist með æxli sem hægt var að fjarlægja. Það bar þannig til að nýtt tæki var keypt inn til að mynda sjúklinga og einhver af læknunum spurði Önnu í lok dags hvort hún væri nokkuð að flýta sér heim því það vantaði einhver til að prófa að fara í tækið. Hún var til í það og þá kom í ljós æxli í höfði. Anna þurfti að fara til Svíþjóðar í aðgerð og sem betur fer náðist að læknana en við það missti hún heyrn á öðru eyra. Anna var einstök fjölskyldukona þó að hún hafi ekki stofnað eignast líka sjálf. Eftir að systkini hennar fór eignast börn og barnabörn urðu þau hennar og hún elskaði fólkið sitt af heilu hjarta. Alltaf var Anna tilbúin að koma og hjálpa og var aufús og gestur allstaðar. Hún var oft eins og fyrsta sem fekk að vita þegar hún var á barni og það kom fyrir að hún jafnvel vissaði fyrirfram. Hún hafði nefnt fyrir slíku og sterka tilfinningu fyrir hlutunum. Anna ræktaði fjölskyldutengsla mikið í nafni. Hún mundi alla afmælisdaga og er mikill tengiliður í fjölskyldunni eftir að mamma hennar og Klara móðursystir féllu frá. Hún var duglega að heimsækja fólkið sitt og hélt tengslum við fjarskildari ættingja svo aðrir fjölskyldumeðlimir gátu alltaf fengið fréttir hjá henni. Anna og fjölskyldar hafa ekki farið varhluta af því að þurfa að takast á við sorgir í lífinu. Það var henni mikið áfall þegar hún missti 2 systkinabörn, annars vegar ónefndan dreng, son Jónatans bróður hennar, árið 72 sem lést í fæðingu og síðan Jónatan Helga sem lést árið 2006. Blessuð sé minning þeirra. Systkinamissirinn lagðist sömuleiðis þungt á hana en tæpum mánuði eftir að Steinunn systirinnar lést í ágúst 2008 dó Lilja móðir hennar þann 4. september. Brynjúlfur faðir hennar náði hins vegar háum aldri og lést 2023 nánast 99 ára gamall. Þau Anna voru mjög náin og hún var dugleg að koma og dvelja hjá honum í frí. Hún átti herbergi í húsinu sem gekk einfaldlega undir nafninu Önnu herbergi. Brynjúlfur hafði sjálfur slegið í föstu og meðan hann var á lífi að hann ætlaði sér að verða 100 ára eða deyja ella. Hann náði 99% af markmiði sínu og það hlýtur nú alltaf að þykja nokkuð gott. Það vildi svo til að Brynjúlfur lést á sömu dagsetningu og Jónatan sonur hans hafi gert 17. mars. Anna bjó yfir þeim kosti að vera mjög hreinskiptin manneskja og kom fólki helst ekki upp með það að ræða ekki hlutina hreint út. Á móti kom að það var líka hægt að segja allt við hana. Þess konar hreinskilin samskipti voru henni að skapa. Prjónaskapur og ferðalög voru hennar stóru áhugamál. Hún var þó ekkert hrifin að því að fara til útlanda og vildi helst ekki fara til flugvél seinni árin þó að fólkinu hennar tækist að pína hana í örfáa ferðir með sér erlendis. Þá kaus hún frekar að ferðast landið sitt og ekki síst að njóta náttúru með gönguhópnum göngusystrum. Þær gengu upp á fjöll og fór í lengri ferðir inn á Öræfi og hálendi Íslands. Hún var alltaf til í góðan bíltúr og vílaði ekkert fyrir sér að keyra norður á strandir til Eyja eða skreppa til Dalvíkur þegar Steinunn Jónatansdóttir var. Og prjónaskapurinn skipaði líka stóran sess í lífi Önnu en hún prjónaði alls konar flíkur fyrir systkinabörnin og barnabörnin og enn meira eftir því sem leið á ævina. Eftir að hún fékk uppskriftina að danska prinsateppinu prjónaði hún það handa öllum börnum sem fæddust í fjölskyldunni og það er mikið vinna. Anna grét þegar hún uppgötaði að hún gæti ekki klárað síðasta teppi sem hún byrjuð á og tók það loforð af henni Binnu systur að hún myndi klára það fyrir hana. Já, þetta var hún með hugann við þegar heilsunni fór að hraka að hlúa að börnunum, meira segja þeim ófært. Anna var líka söngelsk. Hún elskaði að syngja og kunni alla texta við gömlu þjóðhátíðalögin og reyndar flest sönglög. Og þegar hún heyrði skemmtilegt lag, þá byrjaði hún oftast að dilla sér. Hún söng alltaf með þegar hún fór í kirkju og því er líka vel við hæfi að kirkjugestir hér í dag taki vel undir söngnum.
hver með sínu nefi. Fjölskyldan gerir nú stundum grín að því að þau í byggabarnakórnum séu mjög ólagvis, sem kemur þó alls ekki veg fyrir að þau syngja alltaf hæst alltaf. Svo hér í dag engin krafa árangur, bara sönggeði. Svo má ekki gleyminni Grímu. Anna eignaðist trúðuhundinn Grímu vorið 91 og hún varð eins og barnið hennar. Gríma lifði upp undir 15 ár og alla tíð hugsaði Anna hana af sinni litlu umhyggju, svo það var mikil sorg þegar Gríma dó. Á Þorláksmessu á síðasta ári greindist Anna með krabbamein sem var orðið mjög útbreitt og við tók erfiður veikindatími. Hún átti þó góðan tíma heima frá 28. febrúar til 31. mars. Það var dásamlegur tími og hún var svo glöð að geta verið heima og ná að ganga frá hinu og þessu sem skipti hana máli. Hún hitti fólkið sitt, fór í gegnum alls með stót, pússaði silfrið sem hún náði ekki að gera fyrir jólin og bakaði. Síðasta sunnudag. Meira segja saumaklúbb stelpunnar náði að hittast hjá henni og áttu dýrmætastund. Hún tók því af ótrúlegu æðruleysi þegar hún vissi að tíminn sem hún ætti eftir væri af skornum skammti. Hún talaði það sem biði eins og það væri daglegt brauð af sínu eðlislæga hirtusleysi. Hún var vön að ræða hreint út hlutina og hún gerði það fram á síðasta dag. Allir sem komu til að hjúkra henni eða aðstoða fóru út með afleikjara á blómum. Það heitir að kunna lifa. Að nýta þann stutta tíma sem þú átt eftir til að senda afleikjara inn í framtíðina. Já, Anna var góður hýrnis. Hún lést á líknardeildinni í Kópavogi þann 2. apríl og nú biðjum við góðan Guð, frelsarann og huggarann, að umfalna hana í eilífinni þar sem hún fær að hitta þau öll aftur sem hún hefur mist og saknað. Anna Brynjólfsdóttir, far þú í friði, friður Guðs til blessi, hafðu þökk fyrir allt og allt. Yeah.
Faðir okkar og móðir á himni, þú sem gefur okkur þetta líf og hefur dauðan á valdinu. Ég þakka þér fyrir það, almáttugi Guð, að þú hefur lofað því að ekkert geti gert okkur viðskila í kærleika þínu. Umverðu öllu sem er horfin frá okkur og sleppur ekki hendinni af henni. Við þökkum fyrir tíma sem Anna fékk með ástvinum sínum, allar dýrmætar minningar og alla ástina sem hún skilur eftir. Ég bið þig að blessa minningarnar, góði Guð, þegar við kveðjum hann hér í dag. Og sömuleiðis bið ég þig að blessa fólkið hennar allt, styrkja það og hugga og senda engla þína til þessar umverðu. Já, góði Guð, látt okkur komast að raunum að allt verði að lokum til góðs og sameina anda sem unnast í eilífu ríki kærleika þíns. Og allar bænir okkar felum við í bæninni sem Jesús kenndi og við segjum saman: Faðir vor, þú sem ert á himni, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vårt daglega brauð og fyrirgef oss våra skuldir, svo sem við og fyrirgefum våra skuldir. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Nú verðum við nú öll að taka undir þetta. Yndislega eigum við. Anna Brynjólfsdóttir, af jörðu ekki komin. Að jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upprísa.
minn gef dánum ró og hinum lítt sem lifir. Og ég legg til að við bara stöndum áfram og syngjum saman síðasta sálma. Drottinn blessi þig og varðveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og síni náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni. Amen.
Hey.